Ég sitt hér einn sjálfur með mér. Þetta er bara meant to be. Góðan daginn, við erum að fara með Önnu niður á heilsugæslu og hún er að fara í 5 mánaða skoðun. Það eru 5 mánuðir á morgun þangað til síðan að hún kom í heiminn, sjáumst niður í heilsugæslu. Ja, Anita fór inn á undan og það við erum á seil fárlega erfitt að fá bílastæðið fyrir þeirum, svolítið skrítið að segja það. En hún er komin upp, kannski er Anna og Anita komin inn, tjekkum á þessu. Tjekkum á þessu. Sko. Er hún næra að læra þetta? Já. Nei, hún er ekki við. 60. Jæja, herðu, við tíminn flaug, ég tók ekkert myndavélina, klukkan er þetta eftir 6 og ég er að sjóða kartöflur og fisk. Og þetta er ýsa og er í kringum 900 grömm af ýsu, 4 flök. Þetta munum við stappa og setja í svona skál og svo munum við borða það sem stappaða ýsu eins og maður fekk í gamla daga og svo ætla ég að henda mér á æfingu eftir. Ég er að meta hvort að ég eigi að taka, ég veit ekki af hverju ég er alltaf á röltinu svona, hafið tekið eftir því seinustu daga, þá er ég alltaf annaðhvort að fara í eldhúsið, úr eldhúsinu og ég sný alltaf einhvers staðar hérna og svo labba ég aftur inn í eldhús. En já, ég er að meta á eftir hvort að ég eigi að fara að taka... Ha, allt í lagi? Ha? Þú voru að fara að varlega? Já, þú voru að passa þig í stiganum. Hann voru að læra þetta strákurinn. En wow. En já, ég ætla bara að sleppa að vera með þetta lok. Af hverju, fyrir þá sem eru mikið að borða fisk, af hverju kemur alltaf þetta ógeðslega froðu? Þetta er ógeðslegt. Þetta finnst mér ógeðslegt. En já, ég veit ekki hvort að ég ætla að taka lappir núna eða bak. Ég er að pæla að taka lappir. Þá er ég oftast þegar ég tek lappir, þá er ég að drepast í löpunum svona 3-4 daga eftir hana. Þannig að það er að fara að koma helgi. Ég veit ekki hvor ég ætla að taka lappir eða bak, kemur ljós á eftir. Ég ætla að setja myndavélina í hleðslu og ég tek ykkur með á æfingu. Ég skal taka þetta. Já, ég tók upp að ég fór upp og meðan Anita var að syngja lagið sitt og ég söng eins og heyrðist þarna. En svo þegar ég stoppaði upptökuvélina, nei, það bara kemur kortið bara svona error, þannig að ég á ekki einu sinni upptökurnar að því sem er ömurlegt. En mér fannst það skemmtilegt, mér fannst það fyndið. Var þetta ekki fyndið? Var þetta ekki ha 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 ha? Nei. Nei. Ok. Má ég spila?
er mamma að gera? Stappa fiskinn. Benjamin, viltu setja? Já. 1, 2 og... Svona, bestu þig. Það var myndir landi í bílstöðu. Stappa fiskinn. Já. Svona. Þetta listaverk kemur alveg fjandi vel út, sko. Ég er mega sáttur með þetta, sko. Herri, þetta náðu í önnu. Jæja. Náðum í önnu litlu. Fiskur. Já, þú færð rúgbrauð. Þetta er að... Já, þú færð ástæð. Jóna. Viltu rúgbrauð? Veistu hvað við gamla fólki köllum þetta? Prumpubrauð. Prumpubrauð. Ha? Síðan hvenær? Síðan hvenær? Ég har aldrei heyrt þetta. Nei. Prumpubrauð. Kommentið yfir að neða, hvað eru margir búin að heyra að rúgbrauð sé kallað prumpubrauð? Þú sé prumpu. Maður prumpar svo mikið. Prumpubrauð. Segðu prumpubrauð. Baltasar. Nei, ég er að spyrja þér þig. En já, herru, ég ætla að setja myndalinn í hlæðslu, þannig að ég get eitthvað tekið upp á eftir. Alright. Við ætlum allavega að fá okkur að borða. Borða prumpubrauð. Já, klukkan er núna 8. Ég er komin fyrir utan res og ég ætla að taka lappaæfingu. Ég ætla að sjá eftir því á morgun, en tökum lappaæfingu. Það er enda mökk mikið á fólki. Fer eftir, kemur ég ætla að sjá hvernig stemmingin er, hvort að ég taki mikið upp. En það verður lappaæfing fyrir valinu. Hérna er res. Þetta verður hressandi. Oj! Oj, barasta! Hvað ég er pirraður, maður. Allt sem ég tók upp inni og því ég var að tala við ykkur hérna inn í bíl, það seifaðist ekki inn á kortið. Það seifaðist ekki inn á kortið! En allavega klukkan er þetta eftir 10. Ég er að búinn og ég talaði svo mikið við ykkur hérna inn í bíl og ég var að opna mig svo fáránlega mikið og var að segja ykkur ógeðslega mikið. En nei, það er allt farið og ég man ekki neitt. Ég man eiginlega bara ekkert hvað ég var að segja við ykkur. Ég man bara að ég var basically að segja bara hvað mér finnst gaman að, hvað eru margir að fylgjast með. Ói, hvað þetta er ömurlegt. Þetta er svo oft, þetta er að fara að gerast svo oft. Ég skil þetta ekki. Ég skil þetta ekki. Og þegar ég var að skoða núna bara í myndavélinni, bara hvað ég var að taka upp, hvað var seinasta, þú veist, ég ætlaði bara svona að sjá svona, þú veist, hvað var seinasta sem ég tók upp? Nei, það var seinasta þegar ég var inn í bíl klukkan 8. Þetta er ömurlegt. En, svona er þetta. Ég vona bara að þetta fari inn í myndavélina. Djöfull þetta er ömurlegt. Jæja, en hérna, já, klukkan er að slá í 10. Já, mér langaði bara að þakka æðislega fyrir bara áhorfið, stuðninginn, skilaboðin sem ég er að fá. Og bara ég er ótrúlega þakkláttur. Mér finnst ótrúlega gaman að ég sé að upplóta hvernig minnst degi. Ég er samt að íhuga að hafa laugardaga og sunnudaga frí. Þannig að ég er bara að upplóta á virkundum. Ef ég set eitthvað upp á laugardegi, sunnudegi, þá er það eitthvað sem við erum að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt og mér langar að eiga minningarnar. Þannig að hérna, ef það kemur ekkert á laugardegi og sunnudegi, þá bara vitið af því og ekki vera sár og ekki vera reið. En já, en við höfum bara fasta dagskrá á mánudaga til föstudaga. Og já, ég kannski að upplóta föstudag á laugardegi
En þú veist, það kemur bara ljós, við bara go with the flow. Ég er ótrúlega ánægður hvað ég er búinn að ná að taka upp mikið. Er ég ekki alveg örugglega að taka upp? Jú, hún er að taka upp núna. Og já, og ég veit ekki á hvaða degi ég er komin, hvað ég er komin marga daga sem sagt, í uploada, en ég er bara on fire, ég er ótrúlega ánægður. Já, kommentið fyrir neðan fyrir mig, hvort þið viljið að ég gefi ykkur tölur, þyngdartölur og mynd vikulega eða mánaðarlega. Mér langar að gera það mánaðarlega, eða svona, það geti verið meiri, svona, stökk, eða þú skilur meiri breyting. En já, ég man ekkert hvað ég var að segja, ég er að grafa í hausnum hvað ég var að segja við ykkur. En ég er samt að pæla í að enda þetta bara núna og bara, þú veist, takk æðislega fyrir mig, takk æðislega fyrir að fylgjast með, bara njótu lífsins, mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vil, njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig.